Komið sæl og blessaðar kæru meyjur. Þið fáið núna auka lestur og það af því að þið áttu flest áhorf á myndbandið sem ég setti inn síðast. Þannig að þetta smá verðlaun fyrir ykkur. Og ég kom inn í okkur Ponsu jólafíling bara því að fyrstu des. Og var aðeins að breyta hjá mér og fá smá svona pínu glimmer til í jólunum. Desember, já. Fullveldisdagur Íslands í dag líka. Vill nú oft gleymast á þessum degi. Það drukknar í jólunum. Jólin eru ágætis tími út af fyrir sig, en það ýmislegt annað að gerast líka. Þessi lestur eiginlega að því ég var beðin sérstaklega. Þetta blessuð ástin. Ég var beðin að lesa ástina og ég ákvað bara að verða við þeirri beiðni. Þannig að þið nennið ekki að hlusta á eitthvað væl ástina, þá bara slökkva og kannski bara horfa næst. Þessi lestur á ekkert eftir að fitta við alla og það er bara ósköp eðlilegt. En það alltaf einhver sem að veit hvað ég er að tala um. Ok, ég hef ekki notað þessi stóru spil mín dálítið lengi. Þau heita The Lover's Tarot. Það er eftir einhverja Jane Lyle. Ég skal sýna ykkur utan á. Þið verður að sýna mér smá þolinmæði meðan ég er að lesa því að þau eru dálítið öðruvísi heldur en svona hefðbundna tarot. Og ég þarf kannski að glugga í bókina á meðan ég er að lesa. Það kemur vonandi ekki að sök. Ok, áður en við byrjum. Þá skulum við kveikja á reykelsi. Veitir ekki af. Og smá reykelsis ilm. Þið vitið að reykelsi var eitt af gjöfunum 3 sem vitringarnir færðu á Jesúbarninu. Þannig að reykelsi er pínu jólalegt líka. Svona. Þá er þetta allt farið af stað, orkan farin af stað. Og einasta sem ég hræddu er að ég fara að missa spilin út úr höndunum á mér. Kemur svolítið mikið búst með þessu. Ég ætla að gera þetta þannig að nú stokka ég bara aðeins í viðbót. Svo tek ég eitt spil fyrir ykkur, kæru meyjur. Eitt spil fyrir hinn aðilann í þessum ástarlestri. Og miðjuspilið er síðan sambandið. Hvernig sem að það nú er. Þá hefjum við lesturinn. Já, spilið sem að táknar ykkur táknar það að þið séu með ákveðið gott jafnvægi í lífi ykkar. Það er ekkert of og það er ekkert van. Og þið eigið mjög auðvelt með að takast á við sveiflurnar í þessu daglega lífi. Þið eigið líka auðvelt með að sjá hlutina skýrt. Og það varðar þá bara ykkur sjálfar, kæru meyjur, og í tengslum við þetta samband sem við erum að skoða.
það er ekki þar með sagt að þið séu eitthvað tilfinningalausar eða kaldar. Þetta táknar bara það að það er yfirvegun í gangi og þið sjáið heildina. Þið hafið svona þessa heildarsýn sem er mjög gott að hafa, sérstaklega yfir langan tíma. Ok. Þetta lýsir ykkur nú svolítið vel, kæru meyjur. Þið eru svona upp til hópa yfirvegar og með ykkar allt á hreinu. Réttlætismál eru hérna líka, verið að tala um réttlætismál. Það getur verið réttlætismál gagnvart einhverjum öðrum, ef til vill hinum aðilanum í sambandinu, eða réttlætismál bara fyrir ykkur. Að þið leggið mikla áherslu á að hafa hlutina í réttum skorðum og gera það á réttan hátt. Ok, ég er aðeins að lesa hérna. Já, ef til vill eruð þið í góðri aðstöðu núna til að ráðleggja öðrum og það getur verið að fólk sé að leita til ykkar. Af því þið eru svona rólegar og vissar hvernig hlutirnir eiga að vera. Tímasetningin ykkar er líka mjög hvað segir maður, þið eru með puttan á púlsinum þar. Ég ætla að lækka þessi tónlistin. Við höfum ekki alveg drukknað í englamúsikinni þó hún sé falleg. Ok, þetta er sem sagt svona þið núna og þetta er kannski ekkert svo ólíkt ykkur en það kemur meira í ljós á eftir. Þið eigið það til, kæru meyjur, að nota hugsunina, nota höfuðið þegar þið eru að fást við tilfinningamál. Það er ekkert alltaf rosalega sniðugt vegna þess að þið eigið það til að bæla tilfinningarnar ykkar. Og nú er ég ekki endilega að tala um eitthvað sem að spili er að segja mér. Ég er bara svona að tala um svona kynni mín af meyjum yfir höfuð. En ok, flott er. Þá ætlum við næst að taka hinn aðilann í sambandinu, hver sem hann kann að vera. Já, akkúrat þegar ég ætlaði að fara að segja að hér höfum við Vogina. Þannig að kannski eru þið að díla við Vog. Einhverju hluta vegna ákvað að segja það ekki. Þá kemur hérna upp keisareinjan og keisareinjan hefur oft verið tengd við Vogamerki líka. Hún tengist reyndar hérna gyðjunni Venus. Hinn aðilinn, keisareinjan táknar hann, sem segir mér að hér er að ræða mjög líkamlegan einstakling sem að finnst gott að gera vel við sig á ýmsum sviðum, mat og drykk. Þetta er einhver sem að ætti auðvelt með að tjá tilfinningar sínar og ást sína á líkamlegan máta, þar á meðal í gegnum kynlíf, eða að sýna svona blíðu hót, kossa og knús og þannig. Og þetta er einstaklingur sem að sem að horfir svona á hlutina svolítið út frá skynfærunum, skulum við segja. Ólíkt þér hérna, eins og þú ert sett fram, kæra Meyja, að þú ert í höfðinu á þér, hinn aðilinn er í líkamanum. Og það getur
þýtt að því að við erum að tala ástina hérna og samband á milli einstaklinga, að það séu miklar líkamlega sterkar kenndir í gangi hérna frá hinum aðilunum, say no more. Keisarinn er oft barnshafandi. Án þess að hinn aðilinn þurfi að vera það, þá er hann líklega mjög svona skapandi og frjór í hugsun og er oft með ýmis verkefni á prjónunum sem að honum finnst gaman að takast á við, og oft er það eitthvað sem að er efnislegt, það er að segja að vinna með höndunum, jafnvel að gróðursetja, sá og uppskera og sú hlið, og svona allt sem tengist því að fæða eitthvað nýtt. Það eru taktar keisarenjunnar. Ég ætla aðeins að fá glugga í bókina hana. Já, hvort sem að þetta er karlkyns eða kvenkyns einstaklingur sem við erum að tala þá táknar keisarenjan mjög kvenlæga hluti. Þannig að þessi einstaklingur er að öllum líkindum í góðum tengslum við kvenhliðina í sér, sem að væri þá yin, held ég, frekar en yang, samkvæmt þessari austrænu speki, því mig leiðrétta mig ef það er vitlaust hjá mér. Þetta er manneskja sem er mjög umhyggjusöm og gefandi og vefur þig hlýju og kærleika og sýnir ást sína, svona svipað og ég var að tala áðan. Ástin sem að keisarinnan veitir öðrum er sterk og djúp. Þú skalt ekki láta þetta detta í hug að þú getir farið illa með þessa manneskju eða notfært þér hana. Það að hafa þessa manneskju sem hinn aðilann í sambandinu þínu, það þýðir það að þú ert með einstakling sem er tilbúinn að færa fjöll til að hjálpa þér sjálfri. Ef þú skilur það mega. Þannig að þessi einstaklingur réttir þér hjálparhönd þegar þú þarft á því að halda, en ekki endilega með því að gera hluti fyrir þig. Keisarenjan er drottning og í raun og veru felur í sér alla drottningarnar í tarotspilunum. Hún er valdamikil, hún er vitur og þekkir mjög vel öll sín mörk, veit hvað hún vill og hvað hún vill ekki. Þannig að einstaklingur sem ræðir er mjög sjálfstæð manneskja. Hinn sanni styrkur sambands ykkar, hann liggur innan þessa líkamlega sviðs sem ég var að tala Það er mikil munúð og mikil svona líkamleg tenging sem að fylgir sambandi við þennan einstakling. Og af því að ég talaði kynlíf hérna áðan, þá er það svolítið stór partur af þessu spili. Keisarenjan getur ekki í sambandi þá hún erfitt með að aðgreina kynlíf og ást. Fyrir henni er það svolítið eitt og hið sama eða tvær hliðar á sama máli og keisarenjan er alltaf tilbúin að gefa
ríkulega af sjálfri sér á hvaða hátt sem er. Ok, þetta var aldeilis falleg lýsing á hinum aðilanum í sambandinu. Þetta getur verið hlið sem er uppi við akkurat núna. Þetta getur verið hliðin sem að þið hrífist aðalega af. Það eru auðvitað fleiri hliðar á öllum einstaklingum, alveg svo á ykkur, kæru meyjur. Þið eru ekki bara hugsanir og kollurinn á okkur. En þetta er svona það sem að er uppi við núna og kannski það sem dregur ykkur saman getur verið það að hinn einstaklingunni hrífist af hugaðínum eða hugsunðinni. Finnist þú skemmtileg, klár, vitur? Finnst þú fyndin? Af því að sko ég fæ frá þessu spili að þessi manneskja hérna kann að svara fyrir sig á fyndin og hnittin hátt og er oft með mjög sérstakan, hárbeittan en skemmtilegan húmor. Ok, þá er það þriðja spilið sem er sambandið á milli ykkar. Já, þið hefðu eiginlega ekki getað fengið sko típiskara spil, ef að segja það, fallegra spil. Það eru elskendurnir sjálfir. Svona áður en ég kíki í bókina, elskendurnir tákna manneskjur sem laðast hvor að annarri, tákna andstæður, svart og hvítt, kvenn og karl. Tákna oft þegar manneskja þarf að velja á milli huga eða hjarta. Engillinn hérna hjálpar til við það og það er ákveðin blessun alltaf í þessu spili. Almættið eða himnarnir blessa þetta samband. Þannig að þetta er bara eitt af sterkustu spilunum held ég sem að hægt væri að fá spyrjandi samband á milli tveggja einstaklinga. Svona í þessu spilum þá er þarna verið að sýna Adam og Evu í Aldin garðinum. Sambandi þeirra var nú kannski ekki alveg eins og bestur og kosið, samkvæmt sögunum allavega, en þetta er svona frumsamband bara alls sem er. Það er bara þessi neisti sem kviknar á milli tveggja oft ólíkra aðila. Og þarna eru tvær orkur sem að hverfast hver aðra. Og nú ætla ég að kíkja aðeins hérna hvað er sagt hérna sambandið þegar þetta spil kemur upp. Já, eins og ég sagði áðan, þetta er sterkt og endingar gott samband, miklu meira heldur en einna nætur gaman. Þetta samband gæti jafnvel leitt af sér nánari skuldbindingu eins og giftingu, án þess þó að spilið í sjálfur sér segi eitthvað hefðbundna svona sameiningu. Þetta er rómantísk ást fyrst og fremst og hér sjáum við sem sagt hámark hennar sem betur fer er mikið jafnvægi samt í gangi. Tilfinningar beggja aðila eru þær sömu. Þau spegla hvert annað og það er mikil
miklu möguleika hér fyrir vöxt og þroska. Þetta samband byrjar líklega sem kynferðislegur neisti eða aðlögun, fullt af gleði og skemmtilegheitum og daðri. Þannig að ef til vill er sambandið ykkar að byrja þannig. En styrkur og dýpt þessa sambands lætur fljótlega eða kemur fljótlega í ljós. Þar sem að báðir aðilar geta tjáð ást sína án ótta eða feimni. Þannig að þó að byrjunin sé svona léttunótunum að þá þróast þetta samband yfir í eitthvað dýpra og meira. Ég vona bara að það sé það sem að þið voru að vonast til að heyra. Ég er ekki alveg búin. Þessi tveir aðilar hafa svo mikið að gefa hverjum öðrum og búa yfir eiginleikanum að deila með sér hlutum. Ef að uppkoma einhver vandræði eða árekstrar, þá er styrkur þessa sambands það mikill að hann mun hjálpa sambandinu eða hjálpa öllum deilumálum að leysast. Og sérstaklega ef að aðilarnir sem að umræðir hafa einhvers konar sársauka eða þjáningar eða mistök með sér úr fyrri samböndum. Þá sem sagt virðist þetta samband vera þannig að það leysir upp gömul ágreiningsmál, heilar sár og í raun og veru byggir einstaklingana upp. Báðir aðilar eru hér í miklu og nánu sambandi við hvern annan, þannig að þetta samband þetta sérstaka samband er eitthvað sem að þið ættuð að hafa í heiðri. Ok. Það er svolítið bara eins og ég sé að lýsa svona í gæsalöppum hinu fullkomna sambandi. Þó að einstaklingarnir virðist vera ólíkir, eins og ég var að tala þá allavega tengingin á milli þeirra eins góð og hún getur verið og svo þetta bara stígur lífið inn með alla sína þætti og svo kemur bara í ljós þá hvort að einstaklingunum báðum tekst að nýta þetta samband til fulls og nýta sér allt það góða sem að tengingin þeirra hefur upp á að bjóða. Ok, við erum ekki alveg hætt. Nú ætla ég að taka hérna úr öðrum stokki sem að er basically svona eins og minni útgáfa af þessum spilum sem að ég er með, eins og ég sjái. Og það er það sama hérna, ég bið ykkur smá þolinmæði því að það getur verið ég þurfi að kíkja þess í bókina. Fyrstu spilin sem ég ætla að taka hérna, af því að nú var ég að tala að það er kominn 1. desember. Ég ætla að skoða þróunina, hvernig hún verður inn í desember mánuð, skulum við segja. Og þá
Þá ætlum við að taka bara hérna 5 spil. Ok, það fyrsta sem ég sé er að báðir þessir einstaklingar eru tilbúnir að leggja sitt af mörkum til að láta þetta samband ganga upp. Þó það getur verið að þeir byrji smátt og byrji með því að læra svolítið inn á hvern annan. Þetta getur líka táknað eitthvað sem að svona verður í gangi í kringum þá núna í desember. Þeir eru allavega báðir að læra af hverjum öðrum. Einhvers konar nám eða önnur kennsla getur líka verið í gangi. Kannski kynnast þeir í gegnum eitthvað slíkt. Námskeið eða vinna þar sem að þeir fá tækifæri til að æfa sig. Svo koma börn hérna inn í spili líka. Þetta þurfa ekki að vera endilega mjög lítil börn, þetta geta verið uppvaksin börn líka. Og það er svona, það þarf eitthvað svona að spinna hlutina í kringum börnin. Þessi stóru börn sem að einstaklingarnir eiga ef til vill sitt í hvoru lagi. Nú, það getur líka verið að hér sé verið að stofna fjölskyldu frá grunni. Miklar breytingar fylgja og koma upp í þessu sambandi breytingar þar sem að annarkvort annar aðilinn eða báðir þurfa svolítið að stokka upp lífi sínu. Þá reynir nú aldeilis á samvinnu og samstöðu og umburðarlyndi. En þetta samband á eftir að marka svolítið spor í lífi beggja einstaklingana að því leyti að þá eftir að breyta því sem að þeir áður héldu að væri eftir að breyta kannski hugmyndum þeirra, skulum við segja, það hvernig sambönd eigi að vera. Þannig að það getur verið að það sé eitthvað óþekkt element sem komi hérna inn og sýni þeim aðra hlið á sambandinu. Endurfæðing. Þessir aðilar eiga bara eftir að standa upp úr sínu gamla lífi, hrista það svolítið af sér og skapa saman eitthvað nýtt. Það er eiginlega það svolítið sem að er verið að tala hérna. Það eru sterk áhrif frá sportdrekamerkinu, alltaf í dauðanum, og sportdrekinn táknar endurfæðingu, endurnýjun. Ok. So far so good, segir maður það ekki. Kemur annar gosi hérna sem að svona ýtir aftur undir þessa hugmynd að sníða sambandi svolítið í kringum börn, lítil eða stór, og þetta er líka það er líka verið að sýna bara sambandi hversu nýtt það er. Að það eru svo miklir möguleikar og báðir aðilar hafa tækifæri til þess að gera hlutina á nýjan hátt og
þetta er svolítið svona eins og að henda bara út öllu gamla draslinu og kaupa nýtt, skiljiði, þó ég sé ekki endilega að meina það þannig. Ef til vill eru bara báðir aðilar tilbúnir til að starta bara einhverju nýju og það er bara gott. Þetta er líka, segir mig líka það að það ríkir einlægni á milli. Og já, ekki að grínast. Þriðji gosinn. Ég ætla einmitt að fara að segja einlægni á milli í samskiptum og gosarnir tákna allir skilaboð líka. Það eru svona að fela í sér ýmislegt og hérna eru skilaboðin svona af ýmsum toga. Ekki hvað síst sko á tilfinningalegum toga. Það er hérna verið að svona byrja á nýjum grundvelli, eins og ég sagði, og þá þarf svolítið að byggja hlutina upp. Og meðan að tilfinningarnir eru ennþá nýjar, einlægar og kannski viðkvæmar, þá þarf að svona taka lítil skref til að byrja með og já, svolítið bara eins og þegar að litlu börnin okkar eru að læra að taka fyrstu skrefin. Þetta samband er svolítið þannig, sýnist mér. Það eru skilaboð hérna fyrir ykkur báða einstaklingana að innsæið gæti verið mjög ég ætla ekki að segja viðkvæmt, ég ætla að segja mjög næmt á næstunni. Hlustiði eftir draumunum ykkar og það eru svo sannarlega góð skilaboð að koma inn hérna frá öllum hliðum í gegnum alla þessa 3 gosa. Ef til vill eru börnin eða unglingarnir 3 eða 2 öðrum megin og 1 hinum megin eða eitthvað slíkt. Það er alveg vel möguleiki. Þetta samband verður skemmtilegt að því leyti að báðir aðilar varðveita barnið í sjálfu sér og það verða svona skemmtilegir, áhyggjulausir tímar. Og við vorum að tala svona inn í desember. Ok, góðar fréttir, áhyggjulausir tímar og skemmtilegheit. Á meðan að sambandið allavega er hérna að ganga í gegnum þessar breytingar og aðilarnir báðir eru að svona losa sig við þetta gamla. Síðan ætla ég að taka hérna annan umgang, bara 3 spil, sem sýna mér pínulítið hvað gerist svo í framhaldinu. Við skulum segja kannski bara með nýju ári. Þetta er tenging sem á eftir að styrkjast og dafna og dýpka, eins og var talað hérna með elskendunum. Og ég sé hérna djúpa andlega tengingu sem verður sterkari eftir því sem að álíður. Báðir aðilar eru mjög næmir á hvern annan og það er eitthvað sko dularfullt við þetta samband sem að aðrir ekkert endilega skilja.
miklir kvenlegir eiginleikar hér í gangi. Við fengum hérna áðan keisarynjuna sem svona hámark kvenleikans og síðan æðsta prestinjan hér sem táknar líka sterka kvenlega eiginleika, tunglið, innri visku og ýmislegt fleira. Ef þið vill eiga þessir einstaklingar eftir að ég var að tala áðan hérna nám, að stunda einhvers konar nám eða læra af hvert öðru í andlegum málum, myndi ég segja. Það sterk tenging hérna við andlega heiminn. Alls kyns sýnir, miðlun, svona leyndardóma og mál sem að kannski fólk ekkert mikið að ræða við hvert sem Þannig að andleg þekking mun aukast í þessu sambandi. Það áhersla hérna á að báðir aðilar sjá hlutina skýrt. Ef það kemur upp spenna í þessu sambandi, þá mjög mikilvægt að hún fái að koma upp á yfirborðið, en fái ekki að dvelja lengi undir niðri og eyðileggja út frá sér, frekar að tala opinskátt hlutina og horfa á hlutina með skýrleikan og sannleikan uppi við. Báðir aðilar gætu nefnilega átt það til hér í þessu sambandi að halda aftur af tilfinningum sínum. Eins og ég var að tala hérna í upphafi, meyjurnar eiga þetta svolítið til. Þið vitið það, elskurnar. Og þessi sterka áhersla hérna á líkamlegu tjáninguna hjá hinum aðilanum gæti líka tákna það að það sé ekki mikil tjáning að öðru leyti. Það að segja að það vanti kannski upp á svona tilfinninganlega tjáningu með orðum. Bæði þegar af aðilanum líður illa og þegar honum líður vel. Þannig að þetta bara svona smá ábending. En þetta samband á eftir að fara alla leið og aðilarnir hér, þeim á eftir að líða eins og þeir hafi alltaf þekkst eða alltaf verið saman. Þetta samband nær svolítið út yfir tíma og rúm og þessa hefðbundnu skynjun okkar á tíma og rúmi. Fallegt, djúpt og jafningjar eru orð sem ég fæ hérna. Fyrir mörg ykkar og fyrir margar ykkar kæru meyjur þetta samband sem þið hafið beðið eftir. Lengi jafnvel. Og það hefur tekið jafnvel ég segi ekki blóð, svit og tár, en þetta ekki búið að vera auðvelt, ef þið vitið hvað ég að meina. Það getur verið að þið séu búin að vera að gangi gegnum mörg sambönd sem ekki hafa gengið upp, eða þið séu búin að vera einar mjög lengi, kæru meyjur, og rétta sambandi hefur bara einhvern veginn ekki orðið á vegi ykkar.
Og nú er ég hér að lesa fyrir ykkur og segja ykkur frá því að þetta samband er eiginlega, hvað ég að segja, á þröskuldinum, svona allt af því. Ok, ég er ekki hætt. Þegar ég var að leita að stóru spilunum og fann ég hérna spil sem ég hef heldur ekki notað mjög lengi. Uppljómuðu meistarana hennar Doreen Virtue. Ég er eiginlega mikið til hætt að nota spilin hennar Doreen af ýmsum ástæðum. En þessi spil kölluðu eitthvað á mig núna. Þannig að ég ætla að draga einn meistara fyrir þig, kæra Meyja, og einn meistara fyrir hinn aðila. Skulum sjá hvað kemur út úr því. Meistarinn þinn, kæra Meyja, er sólarguðinn sjálfur, sem er keltneskur sólarguð, hét Lú. Stendur fyrir staðfestu og þrjósku og bara bendir þér á að gefast ekki upp. Og ég vona svo sannarlega að ég sé að tala við ykkur flestar Meyjur, með að segja ykkur það að þessi tími, þetta samband, er á næsta leiti, þannig að ekki gefast upp rétt áður en að af því verður. Með því að hugsa jákvætt og sýna staðfestu, þá muniði mun ykkur takast að efnisgera og festa í efnisveruleika þetta samband. Þið eru alveg að komast þangað svo að haldið þið áfram. Takið bara lítil skref og ekki hætta við. Ok, já, spilið sem hinn aðilinn fær, það er hann Moria, sem var háandlegur meistari og hann er að biðja ykkur, það er að segja biðja hinn aðilann, að verja orkuna sína og hreinsa orkuna sína. Ef að hinn aðilinn er búinn að vera í einhverjum neikvæðum hugsunum eða í einhvers konar orku sem hefur dregið hann niður, að biðja El Moria að hjálpa sér að hreinsa orkusviðið og verja orkuna sína. Hann er sannarlega eftir að þurfa á því að halda ef hann er að fara að hitta ykkur, ekki satt, kæru Meyjur. Þetta getur líka verið uppljómaður meistari sem á einhvern hátt tengist hinum aðilanum, því að við eigum víst misjafnar tengingar við alla þessa andlegu gæja og gælur sem að hjálpa okkur í þessu daglega lífi okkar. Það er að segja að við biðjum þau um það. Ég ætla að sjá hvort El Moria vil segja okkur eitthvað fleira. Já, það er akkurat það sem ég ætla að segja. Þið sem að þekki til erkienglana, þá er þetta svolítið svipuð orka og Mikael erkiengill hefur yfir að ráða. Það er að segja vörn og hreinsun. Nei, það er eiginlega bara þetta sem ég var að tala um.
Og ef að þessi einstaklingur, hinn einstaklingur í sambandinu er til dæmis bara mjög viðkvæmur, þá gæti hann hafa sogað að sér einhverja neikvæða orku sem að kannski á einhvern hátt aftrar honum í því að nálgast ykkur. Ok, þetta var nú bara smá svona viðbót. Það síðasta sem ég ætla að gera, það er að taka hérna nokkur spil sem að segja okkur ef til vill svona ósögð orð ykkar á milli. Og við ætlum að byrja á hinum aðilanum. Hvað vill hinn aðilinn í þessu sambandi segja við þig, kæra Meyja? Hann vill segja þér það að það á sér stað heilun hjá honum frá fyrra sambandi. Hann hefur verið að leysa sig út úr neikvæðum samböndum og neikvæðri orku eða ef til vill einhvers konar fíkn. Þannig að það er mikil heilun í gangi þarna megin. Healing heart. Kannski hefur þetta tekið langan tíma vegna þess